Þeir Jóhannes Gísli Pálmason og Kristján Jónsson, sauðfjárbændur í Hörgárdal, vinna frumkvöðlastarf hér á landi, en þeir hafa hafist handa við að setja GPS staðsetningabúnað á rollurnar sínar. Þetta hefur verið gert í Noregi þó nokkra hríð, en þar eru rollurnar einnig bjöllumerktar. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Þetta var bara hugmynd sem búið að vera í kollinum í nokkur ár og ætlaði alltaf að gera þetta og var aldrei úr, en síðan hitti ég Sigtrygg á Jötunvélum núna máli í vor eða vetur og hann tók svona ljómandi vel undir þetta og reddaði 3 tækjum til Íslands og þar af fóru 2 á kindur sem ég og Kristján eigum. Og þú varst fenginn til liðs við Jóhannes, hvernig leist þér á þetta svona fyrst þegar þessi hugmynd kom upp? Þetta bara gaman að þessu, hann alltaf með svona villtar hugmyndir, en það bara alltilega bara gaman að því, hann hefur eins og segja aðalega stúsast í þessu og borið hittan og þungan að þessu og þetta bara gaman að þessu. Á því að minnist á bjölluna þá er náttúrulega halsbandið annað halsbandið á forystugimbu sem pabbi á og hún einmitt með bjöllu í horni, þannig að það er bjallan líka. Nú þegar eru 2 rollur GPS-merktar, en þeir Jóhannes og Kristján sjá fyrir sér að merkja fleiri með tíð og tíma. En hvers vegna? Þetta bara bæði langaði mig bara til þess að vita hvað svona ferlið á þeim væru og í annan stað að þá var ég búinn að hugsa það ef að koma hret og svona. Til dæmis eins og þegar að gerði hretið, hvað er 2 ár síðan og þá hefði þetta getað nýst á þann hátt að féð hópa sér saman og það hefði verið auðveldara að finna það þegar það var að fenna í kaf. Þannig að já, ég held að þetta geti verið mjög sniðugt. Og síðan bara gamanið líka. Ég var svo sem ekki búinn að heyra af neinu sem hefur gert þetta og væri gaman bara að rannsaka svona ferðir sauðfjár á úthögum. Þið eru að fara saman í beint frá bíli verkefni. Hvernig nýtist þetta þar? Mér finnst þetta náttúrulega, séu náttúrulega, eins og Gísli segir náttúrulega, fyrsta leið er náttúrulega skemmtilegt að sjá hvert kindurnar eru að fara og svona, út frá beint frá bíli þá náttúrulega, fólk vill náttúrulega vita svolítið meira hvar eru skepnurnar, hvernig, við hvað lifa þær og svona. Og þá náttúrulega er þetta náttúrulega bara virkilega skemmtilegt því að þú getur séð, ok, þær eru þarna, þessar kindur frá þessum bæ væntanlega og þá náttúrulega svona bara, já, þess að passar það ennþá meira inn í hennar rekjanleika. Þannig að þá er kannski hægt að sjá eða gera sér hugaland hvað þær hafa verið að éta og þess áttar eða hvað? Já, ég meina að þú getur svo sem alveg séð að þetta er ekki bara haft heim á túnni eða þetta er náttúrulega einhver staðar í einhverjum högum og þannig að það er bara skemmtileg viðbót. Er markaðurinn farin að kalla á meiri svona rekjanleika? Já, mér finnst það. Mér finnst fólk vera orðið miklu meira meðvitað maturina sem þeir eru að kaupa og hvaðan er þetta að koma, hvernig er varan og mér finnst að til þess að hafa orðið svona mikið vart við þetta núna til þess eftir að það vantaði kjöt, vantaði nautakjöt á markað og svona og var að fara að flytja meira inn og fólk fór í verslanina og keypti eitthvað takk og setti þetta á pönnuna og það var fljótandi eitthvað í einhverju gumsi og þá fór það að lesa og sá að þetta var svo mikið af einhverju í þessu og mér finnst að fólk hafi svolítið farið þá að fara svona á stað og reyna að fá hreinni vöru. Og þannig að ég held að beint frá bíli, það sé búin að sýna sér svona svolítið í bara svona þreifingu sem að Gísli er búin að svona ræða við fólk. Að þá er bara mjög mikill áhugi á því að fólk vill bara geta keypt ákveðna vöru og vita hvað hún kemur og við hvað aðstæður þetta er bara ræktað og við hvaða lifir. Og þetta er einn liður í því að koma til móts við það? Það er villibráð sem fólk sækir í vegna þess að það er náttúrulega á fjöllum og hérna þetta er náttúrulega sauðfjárrækt á Íslandi náttúrulega
þetta er náttúrulega frábær vara og er náttúrulega mikið vegna þess að þetta náttúrulega lifir við þannig aðstæður, þetta er að borða þannig gróður og það gefur ákveðið bragð. Og þannig að þá sér fólk náttúrulega með þessu að hvar eru þessar skepnur að eyða sumrinu, sko. Fólki vantar þetta mikið bæjarbúa tengingu við sveitina, hún er mikið á Rofna og þá til dæmis rifjast nú upp hjá mér að það var kona sem að setti á fót svona þar sem foreldrar hennar voru með sauðfjárbú og þá fór hún að bjóða fólki upp á það að kaupa eða eiga kind á þessum bæ og fólk gat að fengið afurðirnar, kjötið, ullina eða vildi og það gat fengið að koma nokkru sinnum á ári í heimsókn og það gat komið í sauðburð og það gat komið á réttina og þetta og fólki fannst þetta mjög spennandi og mjög skemmtilegt að hafa þarna svona pínu aðgangsmiða að sveitinni. Það til dæmis heyrir maður dálítið mikið af því að fólk segir að þetta er orðið dálítið öðruvísi núna heldur en var hérna áður, þá voru börnir sendi í sveit, nú er eiginlega ekki takt að koma börnum í sveit og þá sem sagt rofnar þetta samband því að þetta er náttúrulega, við þurfum að hafa þetta samband á milli bara almennings og sveitarinnar og við skynjum svona hvað við erum öll að gera og þá sem sagt fær fólk skilning á umhverfinu og á sveitinni og starfinu okkar sem bænda. Eru göngur hafnar hér? Ekki hjá okkur, það verða núna næstu helgi. Og haldið að þetta muni nýtast eða þið munu allavega nýta þetta núna, ekki satt, í göngum? Jó, svo fylgjast með þessu minnstakosti og síðan á eftir að gera einhver úttekt rannsókn á þessu sem Sigtryggur og Jötu viljum alltaf framkvæma. Við svo sjáum eins og að við þurfum náttúrulega ekki að sækja það langt, sko, það eru stuttur á réttinni, þannig að núna við erum búin að sjá það. En þetta nýtist kannski ekki í smalamennskunni þannig, skilur. En í sambandi þess að Gísli var að segja áðan með svona þessa GPS-senda, þá vorum við alltaf að spá í að auðvitað kannski í framtíðinu þannig að það minnkar allt, sko, og í framtíðinu þá kannski verður þetta eitthvað minna sig og þá kannski er þetta hafa þetta nettara og hafa þetta á fleiri kindum ef að kostnaður þannig og þá er þetta það er alltaf verið að leita að kindum og þannig að þetta kannski bara getur vel verið að þetta verður bara eitthvað meira seinna en núna er þetta bara svona bara skemmtunin og svona já, kringu þetta, þannig að rekja á þetta. Er þetta kostnaðarsamt? Já, ég svo sem er nú ekki með á reiðum höndum. Ég geti trúaði að tæki í eina kind kosti svona cirka 20-25.000 núna. Síðan er raflaða sem að endist í 5 mánuði og hún er sjálf sér kannski ekki dýr og síðan er sko þjónustaði hvert tæki, það er eitthvað rétt held ég 3.000 krónur. Þannig að jú, ári, en það er vísu sko kannski kostnað núna en ef að fleiri, þess vegna vildu Norðmennirnir kynna þetta fyrir okkur og ef það eru fleiri þá væntanlega lækkar kostnaður. Og þið viljið gjarnan sjá þetta hjá fleiri bændum eða hvað? Já, þetta væri, held ég tel að þetta sé, eigi eftir kannski kom ekkert í kvelli en þetta sé framtíðin, sko. Haldið að þið verið teknir fyrir á þorrablótinu þetta árið? Það er bara svektir að vera ekki, sko. Það bara verður að vera, maður verður að skapa nágrununum eitthvað umræðefni. Og ef þú horfir til framtíðar, sérðu mögulega fyrir þér að taka þetta eitthvað lengra og mögulega bara setja myndavél, GoPro, á rollunar? Það getur vel verið, það er bara góð hugmynd.